Góðan daginn, Nói. Ertu búin að opna dagatalið í dag? Mamma, af hverju ertu ekki búin að klæða þig? Hvert ert þú að fara? Í ferðina á fjallahótelið. Var það í dag? Mamma, þú verður að flýta þér, annars missum við á lestinni. Veistu hvað, Nói? Ég var að hugsa þetta. Og ég held að það væri best að vera heima. Mér langar upp í fjöll, ég hef aldrei farið upp í fjöll áður. Nei, en það hef ég gert. Og það er ekkert gaman að vera upp á fjalli. Það er miklu öruggara að vera bara heima. Miklu öruggara. Jæja þá fer ég bara einn. Nói! Nói, býttu! Mamma, nú er ég orðin mjög reiður. Er það? Ég er svo reiður að ég er kannski komið með hita. Ég er búin að hlakka svo til að fara í ferðina. Og það er illa gert að hætta svo við að fara. Nói! Þú átt eftir að sjá eftir þessu. Kannski það, en stundum verður maður bara að taka á eftir í lífinu. Annars kemst maður ekki neitt. Sérðu hvað stendur hana? Hérna. Er það hér? Hérna er þetta. Já. Já. Flauta. Það var það sem ég fekk í jóladagatalið. Þetta er björgunarflauta. Hvað er það? Jú, veistu, ef þú ert í hættu og þetta er að bjarga þér, þá þarftu bara að blása í flautuna og þá kemur einhver. Til dæmis ég. Ég hef aldrei áður farið í lest. Þetta er smeykur. Kannski. En hvernig er í maganum? Órólegur. Hvert erum við aftur að fara? Á fjallahótelið í Hvannskál. Er fínt þar. Bæklingurinn er flottur. Má sjá. Já, býta aðeins, hann er í töskunni. Nói! 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 Mamma? 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 Nói! Bíddu eftir mér! Nói! Mamma! Mamma! Nú situr ekki hér. Þú líka, mamma. Atif segir að lesta séu öruggasti ferðamáti sem til er. Já, það er ennþá öruggara að vera kyrr heima.
Já, en Atif segir að flest óöpp verða á heimilum. Sæl, má bjóða ykkur eitthvað? Ég held að ég sé með ónæmi fyrir öllu þessu. Eigið sódavatn? Já, ég á með sítrónu. Ég er líka með ónæmi fyrir sítrónu. Mamma, getum við farið í þessa brekku? Nei, það er ekki á dagskrá. Nói, þú mátt ekki blása í flautuna. Afsakið en þú varst fyrir mér. Hvað er þetta? Strákurinn er með flautu. Nú á ég þessa. Þetta er björgunarflauta. Nói! Hvað var þig? Ég var víst fyrir. Við verðum að prófa það einhvern tímann. Ekki að ræða það. Við erum ekki einu sinni með skíði. En við getum leigt þau á hótelinu. Það stendur í bæklingnum. Farðu með hennan astnalega bækling. Það er ekki á dagskrá, sagði ég. Til hvers að vera hér á fjallahótelinu ef við förum svo ekkert á skíði? Sástu þessa brekku? Hún er hættuleg. Já, en það eru mismunandi brekkur, ekki allar jafn brattar. Hvernig veistu það? Það stendur í bæklingnum. Brekkunar eru merktar misjöfnum litum. Bláar eru fyrir byrjendur, rautt er fyrir reynslumeiri, en svörtu brekkunar eru fyrir þá vönu. Nú vil ég ekki heyra meir. Pabbiðinn var líka svona villimaður í brekkunum. Einu sinni braut hann báða fætuna. Í alvöru? Við höldum okkur hér á hótelinu. Það er öruggast. Nói? Hvað er að? Ég held að það séu netur í salatinu. Afsakið, eru hnetur í salatinu? Það ætti ekki að vera það. Það hlýtur að vera að sjá þau, hann næri ekki einu sinni andanum. Kannski eru einhverjir förukjarnar. Furukjarnar, guð mig góður, þið verðið að segja frá því. Er allt í lagi, Nói? Vatn, hann þarf að fá vatn. Hann er að koma með vatn. Svona. Líður þér betur? Mamma, ég held að það sé sítrón í vatninu. Er sítrón í vatninu? Kannski nokkri dropar. Nokkri dropar! Ertu bandvitlaus? Komdu, hann er með ofnæmi. Nói, líður þér betur? Komdu upp á herbergi, það er miklu öruggara. Mamma, ég veit ekki hvort það sé miklu öruggar á hótelinu. Hvað meinarðu? Ég meina bara óhöpp geta gerst hvena sem er og hvar sem er. Þú mátt ekki segja svona! En á meðan maður býður eftir óhöppinu getur maður alveg haft það skemmtilegt.
Hvað meinarðu? Ég meina að það hefði verið rosa gaman að vera á skíðum í brekkunni bara einu sinni til að hafa prófað það. Þú getur slasað þig. Já, en það get ég líka hérna á hótelinu. Nói! Það er miklu öruggara hér. En mamma! Veistu, mamma, ég held að það sé miklu öruggar í brekkunni. Þetta er ótrúlega vond hugmynd. Ekki segja ég hafi ekki varaði við. Mamma, þú er búin að aðvara mig allt lífið. Engin skömm að snúa við í alvöru. Ertu alveg viss þetta, Nói? Var pabbi flinkur á skíðum? Pabbiðinn var kolvittlaus ef hann var með skíðafótunum. Þú verður að lofa mér að verða ekki eins og hann, Nói. Því get ég ekki lofað, mamma. Hvernig fer maður úr henni? Veit það ekki. Við erum kannski bara að fara með henni niður aftur. Við verðum að stökkva, við verðum að stökkva! Við verðum það bara að fara aðra ferð. Það er svo hátt upp í hérna. Hvernig kemst maður úr henni? Þið verða að stökkva af, samtímis. Ertu til, mamma? Samtímis. 1, 2 og 3! Við gátum það! Nei, varlega, Nói. Þess er ekki fyrir okkur. Mamma, fór pabbi í svörtubrautina? Já, en hann var brjálaður. Komdu hingað, Nói. Bláa brautin er miklu öruggari. Afsakið, þú ert fyrir mér. Hvernig bremsa maður? Nói, þarna! Nói, hreyfðu út af brautinni!
Afsakið en þú varst fyrir. Mamma? Þarna ertu. Ég sá þig í brekkunni. Þú fórst glæsileg í brekkuna. Alveg magnar. Takk. En þú verður að æfa betur að bremsa. Svo, hvað segirðu skíðatíma á morgun? Afsakið, halló. Ég er mammans og ég held kannski að... Ert þú mammans já? Hann er fæddur í þetta. Hann getur orðið atvinnumaður. Vilt þú kannski koma í tíma líka? Ég held ég sé orðin og gömul í það. Nei, maður er aldrei og gamall fyrir smá fjör. Og þetta er flautan mín. Líður betur, mamma? Miklu betur. Hvað erum við að gera á morgun? Getum við farið í skíðatíma? Við sjáum til. En mamma, maðurinn sagði að ég væri fæddur í þetta. Nói, ég held að sé best að halda sig á hótelinu. Mamma, stundu verður maður að taka áhættu. Maður lifir lengur ef maður gerir það ekki. En á maður eitthvað líf ef maður þorir ekki að lifa því? Það hljóma viturlegra þegar Akaði segir svona. Veistu hvað? Það hljóma líka ansi viturlega þegar þú segir það. Ég þarf á klóið. Nói! Nói, er allt í lagi með þig? Það vantar klósettpappír. Hérna. Nú var gott að ég var með flautuna. Hvers vegna? Annars hefði ég þurft að sitja hérna lengi.